ekki að byrja þetta alveg strax. En þetta var samt viðeigandi að því að sá sem með mér í dag engin annar en hljómsveitarstjóri þessara hljómsveitar Kristján Sturla. Já, þakka fyrir. Velkomin aftur. Takk fyrir það. Ég stóð mér svona vel í gær, ég fekk að koma aftur. Já, nákvæmlega. Kristján var hérna með mér í gær og stóð sér svo svakalega vel að hann verður aftur með mér í dag og aftur á morgun. Já. Og á föstudaginn. Af því að við erum svo gott kombo hérna. Sveppi og Pétur eru farnir í smá frí, þannig að hérna á sama tíma og þeir eru reyndar ekki allir saman í fríð þó þeir séu ágætisvinir. Já. En hérna þannig að við höldum stjórnartauman á meðan, líst þér ekki bara vel á það? Jú, bara ríkilega vel sko. Já. Það var svolítið gaman í gær. Já, er það ekki? Svona gaman að vera í útvarpi. Já, fólk var líka mjög ánægt með þig, heyrði ég. Já, gaman að það. Já, þú hérna fyrsta skipti sem að þú varst gestastöðund í gær. Já. Og þetta bara í fyrsta skipti sem einhver kemur 2 daga í röð. Já, í alvegni? Já. Wow. Þannig að það er heiður sko. Það er svona fyrsta skipti líka sem ég fæ svona, maður fær smá tíma í útvarpinu sko. Já, nákvæmlega, þetta er ekki bara svona stutt viðtal. Nei, nákvæmlega. En fyrir þá sem að kannast ekki við þig, þá ertu náttúrulega, já, eins og við heyrðum lagið áðan, þú ert í hljómsveiti Jóns Jónssonar. Já. Og hérna við munum nú svo sannarlega að spila minnst okkur steyla með ykkur hérna eftir. Já, koma því að. Já, en hvernig líður þér hérna inn í stúdíó? Við fórum nú saman í Sundaðan fyrir þáttinn, það var nú ekkert leiðilegt að vera þar. Nei, það var rosa gott veður úti. Já, það er eiginlega bara mannréttindabrót að láta fólk vera inn í svona veðri. En annars er mjög kósið að það er ekki eins bjart og var í gær. Það er svona búið að dimma ljósin aðeins. Já, og líka sko, menn hafa stundum talað sko, að það vanti glugga, en ég held að okkur myndi líða miklu verri að það væri gluggi og við sæjum hvað er gott við. Já, svona fólk eitthvað hlægjandi úti á stuðbuxunum og... Já, eins og í Simpson þegar Bart var hérna fótbrotinn eða handleggsbrotinn og var hérna uppi í herbyggi á sér og horfði út og allir voru að skemmta sér. Það er svolítið þannig, en ég minna að fólk er út í sólinu og hlusta útvarp og fólk er margir eins og við, fólk er bara í vinnunni, þannig að það þarf einhver að sjá tónlistina. Jú. En hérna, ég ætla nú að byrja þetta, einmitt á þessu lagi sem við heyrðum. Já. Þetta er það nýjasta frá Jóni Jónssoni og gestastjórnandi minn er Kristján Sturla, píanóleikari hljómsveitarinnar. Eru þið svona ljúfir alltaf? Þið eru ekkert mikið í rockinu? Nei, það er samt reyndar eitt lag á síðustu plötu sem kemur smá rock í svona, í lokin. Á síðustu plötu? Já. Smá rock í lokin, það er allt sem eitthvað þú sett á heila plötu. Já, það er svona aðeins, við ætlum að reyna að fá einhverja spilun action en það er ekki ekki. Herðu það smá rock í lokin, gætu þið kannski spila bara seinni hlutan af laginu? Já, en það gekk ekki. Nei, við höfum reyndar ekki prófað það reyndar. Mikið spilar á hinum stöðunum svona. Já, það er betur en ekki neitt. Já, það er rétt hjá þér, en það er sól og sumar, þannig að við ætlum að, þetta er svolítið svona sumar þáttur í okkur. Já, einmitt, að gera. Ég er mynd í stuttbuxum. Já, ég var mjög ánægður þegar ég sá það. Ég á engar stuttbuxur til þess að vera í, öðru sinni íþróttum, fattaru. Já. Þú ert í svona stuttum buxum í rauninni. Einmitt, sem ég keypti bara sérstaklega svona buxur til þess að vera í stuttar. Svona öklabuxur einhverjar. Já, einmitt. Já, mér vantar það, sko. En já, sumarlegt topic. Ég var að sjá hérna ansi skemmtilega könnun. Já, býttu við. Ekki sérstaklega merkileg, en samt skemmtileg. Já. Sem er vinsælustu svona tegundir Bandaríkjamanna. Ok. Já. Ég veist ís góður. Ég vil nefnilega veita, þú ert áhugamaður sjónvarp og þú ert áhugamaður mat. Já. Þannig að ég, þú svona týndi til svona topic, sem tengjast í. Ef fólk myndi ekki vita hvernig ég lit út, það myndi vera glæð, en það hljóma svolítið svona. Já. Eins og hvað? Nei, ekki eitt. Nei. Hérna, allavega, viltu giska á hver er vinsælusti ísum Bandaríkjamanna? Bandaríkjamanna? Þú veist, vinsælusta ice cream flavor. Þú veist, top 3. Já, ég held að sé pottet nummer 1, myndi ég segja súkkulaðís. Ok. Nummer 2 er eitthvað svona strawberry, eitthvað eitt auka, eitthvað strawberry cherry. Strawberry crazy. Strawberry crazy, eitthvað svona. Það er einhvers konar jarðarberja pílingur og nummer 3 myndi ég halda að væri bara Coconut. Coconut? Þetta er Coconut nummer 6, Aha. Þú ert náttúrulega að gleyma Vanillís. Já, mér fannst Vanilla bara eitthvað svona... Vanillís... Þetta er það örugglega vinsælasta tísin. Hann er í fyrsta sæti, súkkulaði öðru, strawberry í 3. Það veist, súkkulaði og jarðarberja í 3. Svo er fersku ís í 4. sæti. Fersku ís? Já, eða peach, er það ekki ferskja? Jú. Bananaís, 5. sæti. Já, ég get ekki borðað það. Jú, það er gott, Oreo, Coconut er í 7. sæti. Já. Kókosnettur. Oreo ís í 7. Kaffi ís í 8. Búðingur í 9. og mango í 10. Já. Hver er uppáhaldsísinn þinn, Kristján?
Hvert ferðu að fá þér ís? Ég fer á nokkra staði. Þú er búin að þræða ísinn allavega í höfuðborginni. Já, mér finnst hérna náttúrulega Vesturbæjarís er mjög góður. Mjög vinsælt að fara þangað. Mér langast því Vesturbæjarís, eitthvað svona. Já. Ég er ekki alveg kannski svo típa, en mér finnst oft mjög gaman að fara þangað. Já. Svo er það hérna ísbúin í Garðabænum. Já, hún er líka opin á nóttinni. Já, það er eiginlega aðal út af því, sko. Mér er svo gaman að fá mér ískran 1. Já, að þú áttum við vandamálast það. Það þarf eitthvað fyll í tómið sem er innra með þér. Já, það er eitthvað svona ég borða á hágræt og meðan. En hérna... Út í bíl. En hérna... En það er eitthvað svona, þú veist, þau líka alltaf, minnst alltaf einhvern svona nýjungar. Maður kemur inn og það er einhvern veginn svona... Já. Ertu ekkert að fara á svona staði þar sem þú mátt skamta þér sjálfur, eins og jójóís? Jú, reyndar. Já. Svolítið í því líka. En samt svona, já... Ég veit ekki, ég samt segja alltaf við sjálfur mig, nei, Kristján, nú hættir þú að borða ís. Þannig ég fæ alltaf smá svona... Af hverju? Ég fæ alltaf eitthvað svona smá í magan, sko. Já, þetta er ekkert eitthvað hotlasta sem þú getur látað á þig. Nei, eitthvað svona, en þetta er samt bara svo gott. Þannig að maður svona leggur ýmislegt á sig, sko. Já, maður leggur ýmislegt á sig fyrir ísinn. Ég er bara nokkuð sammálaður, sko. Ég er samt meira í svona ferska ís, sko. Já. Svona, þú veist, og ef ég fer að fá mér þunganís, þá fæ ég mér bara lítið, sko. Já, ég skil þig. Ég hef ekki mikið ísþol, ég hef til dæmis aldrei í lífið mínu getað klárað bragðaref. Nei, ég bara fyrsta skiptið daginn gæti ég það. Já, þú ert líka að stækka. Já, ég er að stækka. Já. Og þannig að beinin er að vaksa. Já. En hérna, já, þannig að, þú veist, hvað færðu þú þér í bragðaref? Ég, sko, bara eitthvað, ég veit aldrei, ég er í korter að ákveða mig og, þú veist, og pían er mér pirruð sem er að ákveða mig. Já. Þannig að, þú veist, ég veit ekki eins og núna hvað ég myndi á mér. Eitthvað svona fyrirgefum að ég afgreiða þennan á undan. Já, fyrirgefum getur verið úti bara. Já. Þetta er svona sem ég og pizzur, sko, nú er maður 27 ára gamall og ég veit ekki ennþá þegar einhver spyr, hvað er þú á pizzuna þína? Ég er svona einhvern veginn, herðu, skinka bara og enda alltaf bara með skinku eða eitthvað svona leiðilegt. Bara skinku? Oft, sko. Ég lend alltaf í, sko, ég fæ mér mikið á pizzuna. Þú veist, ég panta of mörg álegg, af því ég er eitthvað svona, já, þetta verið góð samsetning, sko. En oft er bara, þú veist, skilur, bara eitthvað, 2 álegg. Það er bara mjög gott, sko. Já, ég meina bara, þú veist, ég segi oft bara, hvað er að því að fá sér bara skinku, þú veist? Þegar fólk er eitthvað svona, verðið bara skinku á pizzuna, hvað er það? Já, þú lendir í rifrildi við fólk út af þessu. Já, ég vil þetta bara, þú veist... Þú veist bara að fá þína skinku? Já, ég meina skinku, en þetta er skinka mér skóðu líka. Já, ég borða ekki skinku. Nei. Ekkert fyrir það. Þetta er matarþátturinn FM 95 Bjö hérna, Kristján og Björn með ykkur til klukkan 6. Hérna rétt á eftir kemur Sindri Snær, tískugúrú og þar á eftir kemur... Það sín honum stöðbuxurnar mínar. Já, þannig að það er að meta þær og þessar gulu buxur sem ég er í, sem ég held ég hafa nú meira keypt hjá honum, einhvern tímann. Og svo þar á eftir kemur Þorvaldur Davíð, stórleikari og núna söngvari, og hann var að gefa út lag, Steppi Psycho sjálfur, en fyrst meira sumar með John Mayer hér í FM 95 Bjö. Þið hafa nú einhvern tímann tekið þetta, Kristján, á tónleikum, er það ekki? Jó, þetta var alltaf svona uppklæpslæði á okkur eins og því. Já, þetta er gott lag líka. Kemur í stuð. Mjög skemmtilegt. Ég er með þetta á hlaupa-playlistanum mínum. Það er sem ég er með svona, þú veist, lög sem að peppa mig í gírinn, skilur, fá mig til þess að hlaupa hraðar og lengra. Það fær mann einhvern veginn svona til þess að líða vel, sko. Já, herðu, það er komið að, sko, lið sem að, þú veist, þetta er einfaldur þáttur í okkur í dag. Já. Það er komið einfaldum lið sem er samt svo skemmtilegur, sem er sturlaðar staðreyndir. Já. Þú varst líka að tala um að þér þætti það skemmtilegur liður. Já, sérstaklega því að, já, svona, já, ég veit margar sem finnst það skemmtilegt og mér finnst það svona, mér finnst alltaf svona áhugavert að heyra, byrju, já, er það í alvörinni? Já, ég er nefnilega sko Öddi, þegar hann byrjaði með þetta, þá var ég svona ekki svolítið að gera grín á honum og var eitthvað, já, þetta er eitthvað, ég var svona svolítið úrlingur með úrlingaveikina við hann, sko. Já. Og svo eiginlega bara er þetta svolítið skemmtilegt, sko. Já. Ég kom með staðreyndir til dagsins og þetta er komið af internetinu og ef það er eitthvað sem við vitum, þá er það að interneti lýgur aldrei. Nei. Ég ætla að bomba þess að þig og þú mátt reyna að hrekja þetta ef þú vilt, eða bara, þú veist, kemur kommentir svo vilt. Sturlu staðreynd, nummer 1. Rafmagnsstóllinn var fundin upp af tannlækni. Já, ég get alveg trúið það, sko. Af hverju? Af því að tannlæknarreiknin er alltaf að pæla á einhvern leiðilegan viðskiptavinn til sín og svona djúlar og gaman að geta bara að setja rafmagn í hennar mann og drepið hann. Og þá er einhver svona geðsjúklingur sem hefur kannski bara látið verða af því einn daginn. Já, einmitt. Þannig að fyrir þér eru tannlæknar bara geðsjúkir sadistar, hvort að segja það. Nei, alls ekki, sko. Ég held ekki nokkra. Það verður gaman að þér næst þegar þú ferð til tannlæknis eftir þessu umæli. Þetta er búið fyrir þig. Herru, þú deilir afmælistegi með að minnstakosti 9 milljón manns. Jaha. Já, svo segja þér, sko. Ég á allavega sama afmælistag á Jim Carrey. Já. Hvaða dagur er það? 17. janúar. Já. Davíð Oddsson líka. Já. Al Capone líka. Já. Og James L. Jones. Já. Ég á afmæli sko 4. júlí.
sem náttúrulega svona allir eitthvað, já, 4th of July, þetta á Bandaríkjana, en það á eiginlega engin svona skemmtilegur afmæli 4. júlí. Já, það ekki. Ekki margir, sko. Þannig að, til hamingju með það. Takk fyrir það. Herðu, Háskólabrúin í Boston er einn af fáum stöðum í heiminum þar sem bátur getur siglt undir lest, sem getur ekið undir bíl, sem getur keyrt undir fljúgandi flugvél. Fattar þetta? Vá. Einu stuð. Getur við heyrðið eftir? Háskólabrúin í Boston er einn af fáum stöðum í heiminum þar sem bátur getur siglt, þú veist, fyrir ofan þar sem hann er að sigla, þar er lest. Svo kemur lest yfir. Já, og fyrir ofan lestina, þar getur bíll verið að keyra á vegi og fyrir ofan getur verið flugvél að fljúga. Vá. Já. Þetta er þannig að þetta byrju, bátur, lest, bíll. Þetta er svona heila, einhver svona ferning. Þetta er heilaga fernan. Fernan, já. Já. Þetta er flott, en sko, svo það stendur, er einn af fáum stöðum sem þýðir að þetta er ekki einistæðurinn. En þú hefur komið til Boston, þú sást þetta ekki það? Nei, ég bara tók ekki eftir þessu, sko. Nei. En ég mér klálega að taka eftir þessu. Kannski hefur verið að keyra þarna og þú vissir ekki að þú væri þarna. Já. Herðu, næsta staðreynd, mér fannst þessi mjög skemmtileg. Ekkert orð í ensku rímar við orange, month, silver eða purple. Við getum örgulega fundið eitthvað. Þetta er bara að tekja... Silver? Ég veit ekki. Hvað sér fleira af það? Orange, month, silver eða purple. Er þetta í einhverju lögum? She's got a orange go. Og hvernig rímar það? Orange, orange. Silver, silver. Silver. Sendu okkur bréf ef þið vitið eitthvað sem rímar við þetta. Það er ekki hægt að brjóta blað saman oftar en 7 sinnum. Ég ætla ekki að reyna það. Aðeins ein manneskja af hverjum 2 milljörðum nær því að verða 116 ára gömul. Við verðum ekki þar á meðal. Þú veist? Að við lifum og hratt. Ég reyndar lifi ekkert svo rosalega hratt, sko. Er það ekki? Ok. Mannfólk, simpansar og höfrungar eru einu dýrin sem stunda kynlíf sér til gamans. Sænst ekki bara með þann tilgang að fjölga sér. Nei, ok. Ísbirnir eru alltaf örfendir. Það eru byssuljóður sem kom. Það var góð. Já. Hvað finnst þér það? Trúir því? Hvernig rannsaka með þetta? Já, ég segi það. Ég veit það ekki. Láta það skrifa. Já. Hann er örfendur. Í Kína eru fleiri sem tala ensku en í Bandaríkjunum. Megasens, miklu fleiri þar. Já. 4 sem fleiri, cirka. Árið 1987 sparaði flugfélagið American Airlines $40.000 á því að fækka ólífum í salatinu sem var afgreitt á fyrsta farrými 1. Ég er mjög ánægð með það, ég borða ekki olíu, sko. Já. Þannig að, já. En þetta er Svona sparnaðar að gerir, fíla ég. Er það? Mér finnst það eitthvað nýskulegt. En djöfullir er þá að græða á þessu salati. Já. Og að lokum, það eru fleiri kjúklingar en mannfólk í heiminum. Þar hafið það. Hvað sér við því? Við vorum á borðið einn á hann. Já, eitt kjúkling. Já, við fækkuðum þeim með einn. Ég er nú komin af kjúklingabændum, sko. Þú ert komin af kjúklingaætt? Ætt. Já. Í Mosóbæn. Já, er það? Þú ert úr Mosó. Það er kjúklingabærin. Já, sem ég segja það. Afi til dæmis, hann var frumkvöðl, hann var, og er svo eini sem flutti inn kalkún á Íslandi. Já. Og hérna til ræktunar, sko. Já, býtu, það er ekki kalkúnar núna út alt? Fólk er bara með kalkúnar eins og hunda, er það ekki? Nei, reyndar ekki held. Ég held þessu ennþá einu, sko. Ok. En það er alveg, já, ok. Ég veit ekki, ert þú að rækta kalkúna? Ég vil ekki alveg tala, ég ætla að setja þetta á lag. Margir séu að gera núna Chasing the Sun með The Wanted hér í FM 957 á þessum sólríka þriðjudegi. Björn Bragi og Kristján með ykkur til klukkan 6. Hérna rétt á eftir kemur Sindri Snær til okkar og þar á eftir Þorvaldur Davíð, en fyrst ætlum við að gera það sem við erum svo hrættir við og það er sumarleikurinn, Kristján. Já. Hvernig nú byrjar þetta? Hlustu á þennan trailer. Það gerast. Sumarleikur FM 957. Ef menn byrja ekki að dansa núna þá veit ég ekki hvað þegar þetta stef byrjar. Fólk er líklega að keyra út í kant, hoppa út og dansa. En við ætlum allavega að hringja í mannesku sem hefur tekið þátt í sumarleiknum og hérna reglurnar eru einfaldar. Hún þarf að svara með réttu setningunni og það er víst hann Pétur Valmundar sem ber ábyrgð á þessari ógeðslegu setningu, en hún er allavega: hvað segir kællinn gamli gamli? Þannig að nú ringjum við einhvern og ef hans sér að FM 957 er að ringja hann, þá á hann að svara: hvað segir kallinn gamli gamli? Og það er Einar sem við erum að ringja í.
Það svarar aldrei neitt þegar ég hringi hann, sko. Heyrðu þetta? Stanslaust partí. Já. Og svo bara sót. Þú ert komin í samband við talhól með eitthvað svona. Þú ert komin í samband við talhól. Herru, þá prófum við Lilju. Þá prófum við Lilju? Shit. Það er bara þannig. Það er bara þannig. Yngvi er hérna á kantinum með okkur. Það er alltaf tæknum aðeins sko með þegar ég fer á takkana, menn er svo hrættir þegar ég fer við stjórnvölinn. Hún þarf að svara hvað sér kællin gamli. Lilja. Hvað ætlum við þurfum að ringja marga í viðbót áður en að svara einhverju? Klukkan var 11, við erum með þá að ringja. Halló? Lilja? Hvað er í gang? Ertu ekki að hlusta, Lilja? Ég er búin að vera að hlusta síðan til 10 í morgun. Og af hverju slökktir þú? Af því að þá var ég bara búin í nöglum. Ég skil þig. Herru, þetta var víst ekki það sem þú ættir að segja. Er ég samt ennþá í pottinum? Já, þú ert ennþá í pottinum, sko, en þú mistir hérna af, sko, heimsreisu og MacBook 12 og afnóta bíl í 2 ár og... Þú lýgur. Já, ég lýg reyndar. En þetta voru samt flotti vinningar af pizzaveisla og eitthvað flöskubor og svona, en þú ert ennþá í pottinum. Æ, þetta er alltaf leið. Ég bý á Egilsstöðum, þannig ég grenja því ekki. Það er bara frábært að vera á Egilsstöðum. Herru, takk fyrir þetta. Já, takk. Ok. Svaraðu rétt. Sumarleikur FM 957. Alla virka daga frá 7 til 6 á FM 957. Sumarleikur með og skráðu þig á heimasíðu FM. Sumarleikur FM 957. Takk innilega FM 957. Jarðarberjakrössus. Ískaldur þeytingur á KFC. KFC. Svo gott! Taktu flugið ef þú vilt ekki fá hraðasögn. Taktu flugið svo að maður verð ekki svögn. Tökum flugið og ferðumst með stíl með flugfélagi Íslands. Nú hefur Toyota flutt starfsemi sína í nýtt og reisulegt húsnæði að Kauptúni 6 Garðabæ við hliðina á IKEA. Verið hjartanlega velkomin til Toyota í Kauptúni þar sem öll þjónusta er nú undir einu þaki. Við tökum vel á móti þér eins og alltaf á flunku nýjum stað. Toyota. Sendu SMS í 1902. Smálán.is. Ekkert stórmál. Frá höfundi Family Guy. Hey Johnny, how about a beer? Kemur gammamyndin Ted. Please ask Ted to move out so we can move on with our lives. Mark Wahlberg, Seth MacFarlane og Mila Kunis í aðalhlutverkum. He's been my best friend since I was 8. You're no longer 8. Myndin fór beint á toppinn í Bandaríkjunum. Ted, frumsýnd 11. júlí. Hágæða ungnautakjöt. Aldrei fryst. Alltaf ferskt. Hamborgarafabrikan. 5757575. Fabrikan@fabrikan.is. Ógeðslega gott lag. Herru, við erum komnir hérna með góðan gest. Það er sjálfur Sindri Snær úr 17, verður velkominn. Jensson, sælir. Sindri Snær Jensson, hvað var að titla þig? Verslunarstjóri. Verslunarstjóri, ok. Knattspyrnumaður. Já, ég ætlaði að koma því á eftir, sko. Ok, þú ert náttúrulega, samt fyrst þú nefndir það, sko. Þú ert markmaður Vals, reyndar þangað til að þú varst að stúta þér daginn. Já, alveg óvart. Veitu, hvað gerist? Ég veit það ekki, ég var 8 viku meðslagstríða og svo blossaði bara kviðslit. Já, bara allt í einu? Já, allt í einu, það kom bara, ég fór í skoðun og þá bara, kallið mér kviðslit, aðgerð, 6 vikur. Hvað er kviðslit? Ég segi það. Rauninni kemur út með kviðvegg. Heitir það hernia? Já, hernia. Þegar þú ert barn, þá kemur pungurinn þarna niður, sem sagt, eistun. Í gegnum þetta gatt, svo lagast það, en svo Þetta verður svona neðalega? Já. Svo kemur gati í það aftur. Ég man bara eftir, sko, úr Friends, eitthvað Joey got a hernia, eitthvað, hún gati ekki hreyft sig, eitthvað svona. Það er það sem ég lendi í, sko. Og það kemur bara gati hérna og ég gat fundið garnirnar ég með koma út Mjög creepy, sko. Hvað hvernig uppgötaður þetta? Ég bara átti að í gang, ég bara fann fyrir þessu allan daginn. Já, en þú veist, er þetta bara eitthvað, ég er bara hægt og rólega að kviðslitna, er þetta eitthvað svona sem að gerist? Nei, þetta bara ágerist. Og slit hérna hjá mér? Þetta bara ágerist, það kemur kannski smá rifa, svo er ég á fótbolta að spila, spark út, allt hérna bara
Lossar þetta. Já, þetta var verra og verra. Svo fór ég aðgerð, þá bara sett net, bara lokaði gatið, bara stappaði í. Bara markmið, það er út markmaður. Já, einn félagi minn sem er sænskur, hann sagði, varst þú ekki í einhverju viðgerð eða? Ég sagði, nei, ég var í aðgerð. En svo þegar hann sagði viðgerð, það meikaði bara meira sens, það var bara að gera við mig. Segir það, á hverju kallast þið ekki viðgerð? Það er mjög góður punktur. Er þetta sama og maður getur fengið ef maður rúlla sér niður brekku? Nei, það er garnaflækja. Það er garnaflækja. Það er bull. Það er ekki satt, sko. Ég er nefnilega hef ekki þórað að gera síðan einhver, fengið garnaflækju strókur, eitthvað svona. Ég veit það. Og þá bara svona, herðu, hvað er það? Þá bara sá ég fyrir mig eitthvað fullt af görnum, bara flæktar bara alla líkamann. Þannig ég hef ekki þórað að gera það síðan. Og var þetta eitthvað svo herðir í stöðlunum staðrendum, eða? Nei, hefur ekki heyrt þetta Sindri. Þú veist, þegar maður var krakkið, það var eitthvað að maður myndi rúlla sér of mikið niður brekku, þá fengið maður garnaflækju sem náttúrulega hljómar eins og einhver torture úr einhverju sómynd eða eitthvað, sko. Já, það er mjög ógeðslegt. En svo las ég seinna, sko, fullorðinsárum að þetta væri kjaftaði og eins það. Þú er alveg ábyrgist það hér og nú? Já, ég fullyrði. Þá ætlum ég að fara að rúlla minni brekku eftir. Ég líka. Við þurfum að fara bara niður einhverja mjög góða og háa brekku og svona bratta. Og líka eitt, fyrst við erum konur inn á þetta, svo komum við að því þessum ræða við Sindra sem er ekki kvíslít eða garnaflækja, að sko, að maður megi kýtla barna þegar þá munið að stama þegar það verður eldra. Já. Ég hef aldrei heyrt það. Ég hef heyrt það reyndar. Hvaðan ert þú? Það er bull. Þetta var sagt við mig, maður var ekki kýtling krakka. Þú ólst upp einhverju legabæli. Ekki kýtla drenginn og stafar hann þegar hann verður eldri. Alls ekki kýtla hann. Já, og maður fyrir eitthvað, ok, þú veist, maður vil ekkert bera ábyrgð á einhvern varanlegum stami. En, þú veist, þetta er bara allt kjaftaði. Já, kýtliði börniðin og rúllaði niður brekku. Já, það eru þessu skilabóð sem við erum að senda ykkur Íslendingar. Ég er svona meðan maður rúllaði niður brekkuna, kýtlaði í leiðinni svona. Já. Og þið þurftu að fá einni tískukúru til að... Já, takk að þið fyrir komuna þessum Sindri. Það er allir tíminn sem við höfum fyrir þig, Sindri. Já, takk fyrir mig. Tölum tísku? Já, eða þú veist, við viljum eitthvað eitthvað. Já, ok. Jú, ok. Já. Sko, Sindri, þú náttúrulega ert höfuð og herðar, hjarta og lunga verslunar 17. Það passar. Byssuljóðu kemur alltaf þegar ég segi eitthvað gott. Hérna, hvað er að gerast? Sko, hvað er heitt núna? Það er náttúrulega mjög margt. Það er náttúrulega þegar sumari kemur þá og sólinn fer að láta sjá sig, þá fer fólk í minni föt, sem sagt klæða sig léttar. Hvort er það að fara í færri flíkur eða efnisminni flíkur? Bæði og. Okay. Jafnvel færri flíkur samt, sko. Það koma stuppusur, hlýrabollir, svona léttari, lági skór. Þetta er svona allt tónast aðeins niður, sko. Ég er í þessu öllu sem þú ert að nefna, sko. Ég veit það. Gulum buxum, sko. Ég er í stuðbuxum. Segð mér eitt með stuðbuxunar. Einhvern tímann heyrði ég að það væri hérna, maður mætti ekki vera í stuðbuxum sem fara fyrir neðan hné. Er það einhver regla? Ég raun og vera ekki regla. Mér finnst mjög leiðilegt að tala um reglur. Það er að banna fólki hitt og þetta, skilur. Gerir bara svo vilt. En það er náttúrulega tískan eða þannig. Hún fer í hringi. Já, hún fer í hringi, en sem sagt kvartbuxur og svona þykir mér algjör viðbjóður. En þú veist, stuðbuxunar eiga að vera aðeins fyrir ofan hné, sko. En það er ekkert öll. Kristján viðbjóður? Kristján? Hann er mjög fallegur maður. Já, en ég er að menna í fötin sem hann er í. Já, hann er bara nokkuð góður, þetta sýnist. Nokkuð góður? Já, ég myndi gefa hann bara solid 7. Já, ok. Já, ég veit, ég er ekki svo komið besta endilega í dag, sko. Nei, þetta er svona kannski, Kristján líka er svolítið bara í sínum stíl, hann er í svona afslöpum fötum og þú veist, hann er ekkert að stressa svo mikið, sko. Nei, ég meina, ertu ekki gítarleikari? Nei, ég er enda hljómbásleikari. Hljómbásleikari, en þá chilla. Sérstaklega fyrir neða mitt yfir þetta. Takk fyrir að særa hann. En takk fyrir að fylgjast, nei. Fyrir ekki að Nei, ekki náttúrulega. En hérna... Já, þú pælir þá ekkert í hverju úr það neðan, Kristján? Nei, ég er bara nakin að neðan. Já, þegar þú spila píanóið. Já. Kannski félagsmiðstöð fyrir börn. Nei, reyndar ekki það. Berrasaður og í ból. Nei. En er fólk ekki svolítið afslappaðara líka sko í fatavali á sumrin? Þú veist heldur hún að veitu það? Jú, klálega. Það er bara, náttúrulega, fyrir mitt leyti eru þægindi mikilvæg, sko. Já. Og það er bara á sumrin, þú ert að svitna, það er heitt úti, þú vilt bara vera í þunnum efnum eins og bólum og skyrtum og svona, sko. Já. Svo, þannig að, jú, sjálfsögðu. En eitt sem ég hef alltaf velt fyrir mér, sko, með svona, ég hef aldrei unnið í fatabúð og ég myndi aldrei þora að gera það, sko. Kemur aldrei einhver gæi bara og bara velur sér alltaf ljótasta í búðinni og er bara, hvernig er þetta? Og þú bara, þetta er ágætt. Jó, sko, en maður með mína reynslu og þeir sem vinna hjá mér og svona fólk sem er unnið í búðum, það yfirleitt stýrur sér aðra átt, sko. Já. Það eru gæði sem eru bara að velja eitthvað skelvingu, sko. Já. Það er bara svona, kalla minn, ég hef með eitt hérna fyrir því sem geti verið aðeins betra. Já. Þá er það svona, já, ok. Þá er bara, já, þessi hérna geti kannski hentaði betur og kannski bara nota þetta saman, svart og
eitthvað svona einfaldar þetta aðeins fyrir hann. Fólk í fatabúðum er ekki að ljúga mann, eða þú veist að segja bara að þið að reyna að selja föt. Það er ekki að alhæfa. Það er ekki að alhæfa. Ég er alltaf með einhverjum reglur og alhæfa. Það er náttúrulega fullt af vitlýsingum þarna úti, sko, sem eru bara, þú veist, málaliðar, koma bara að fá launin sín og bulla eitthvað og fara bara alveg saman allt, sko. Já, nákvæmlega. Já, mjög flott bara og kaupti þetta maður og klikka á djamminu og fullt af bíum og... Ég fæ svolítið þessa tilfinningu þegar ég fer að kaupa fæðubótaefni. Þú veist, ef maður kaupa fæðubótaefni þá er bara... Allt nöðsilegt. Já, þú verður að taka þetta. Já, ef þú tekur þetta ekki þá bara nettur handleikur sem það. Það kallir minna, þetta er bara... Maður fer út með einhverjar vörur fyrir 70.000 kall og svo berður þetta upp í hillu bara, þú veist, í 4 ár þá til að maður bara hendur þessu í einhverju reiðikasti. Já. En þannig er það ekki í 17. Herru, ég ætla að henda hérna í smá laga því að við erum í svo góðu fíling hérna með Sindri. Við ætlum að halda það lengur, er ekki góðu? Jú, allt í góðu. Nei, æfing hálf 6, allt í góðu. Já, þetta var sérstaklega fyrir þig, Kristján. Já, mér finnst þetta skemmtilegt lag. Með will.i.am og Eva Simmons. will.i.am og Eva Simmons, þetta er sérstaklega fyrir meðstjórnanda minn hér í dag, Kristján Sturlu. Takk fyrir það, Björn. Greinilega smekkmaður á tónlist. Já, hjá okkur situr Sindri Snær Jensson, tísku gúrú, verslunarstjóri 17 og knattspyrnumarkvörður Vals. Hvernig, sko, nú er Hannes vinnur okkar Kristjáns er hérna leikstjóri og markmaður. Er þetta allt svona, allir með svona einhver fleiri járn í eldinum, allir markmennir? Já, markmennir, sko. Það er náttúrulega garðarnir í liðunum. Já. Þannig að þeir eru yfirleitt að bauka eitthvað meira, sko. Já, ertu með hverju fleiri? Hverju fleiri? Já. Það er að segja fljótu bræði, náttúrulega góðu vinnur með Fjalar sem er í KR. Já. Hann er íþróttkennari líka. Og hann er líka eitt fyndnasti maður landsins, það vita það ekki allir. Nei, það vita það mjög fáir, hann hefur farið lengt með það, sko. En hann er mjög fyndinn. En hvernig eru menn í kringu þig í liðinu að svona fá tískur ráðgjöf frá þér? Eða er þetta allt alveg vonlaust dressaðar menn eða hvernig er þetta? Nei, það kom bara fljótt í ljós þegar ég mætti Vala, þá þurfti að taka nokkra hann í gegn. Og gerur það? Já, ég læt að heyra reglulega, sko. Ég segi, heyrðu gamli, þú varst nú að fara að drífa í klippingu. Það gengur ekki upp. Og þú veist, heyrðu, þú voru að kíkja á mig þetta helgi og því ruglunum með þessa skó. Og líða þér? Já, þeir líða. Þetta það vill enginn líta illa út, skilur hvað við. Þetta er enginn hégómi, þú vilt bara líta vel út. En er þetta ekki líka bara svolítið, þú veist, ef maður er með sjálfstraustið og púlar það bara og getur maður klætt sig eins og maður vill bara, ef maður er bara ég er flottur, einhvern veginn, en... Jú, í raun og veru getur það, sko. Ég get alveg að fara niður í bæ, bara gallabúsum og t-shirt, sko. Get alveg verið langflottastur, skilur hvað við. Þetta er náttúrulega mikið í sjálfstraustinu. En það sakar ekkert að vera í flottum fötum og vel dressaður og fötum sem passa vel á mann, sko. Nei, nákvæmlega. Er eitthvað sem er alveg bannað núna? Alveg bannað núna? Ég þoli ekki kvartbuxur. Ert þú í kvartbuxur? Hann er í stuttbuxum. Ég er í stuttbuxum. Hann er að gera mjög vel, sko. Kvartbuxur er það sem nær svona niður á ökla, einhvern veginn? Já, það er bara 3/4, skilur. Það tekur bara hérna niður á ökla, það gerir nákvæmlega ekki neitt fyrir þig. Það er yfir lágasti menn sem er í þessu. Kemur ekki vel út. Þú hatar lágvaxið fólk? Nei. Það er mjög stór fullyrðing. Ég get ekki sagt það. Ég var nú að grínast líka. Þú grínist þig ekki? Ég grínast alltaf. Já, þú er svona grínast þig. Fyrst að við erum með þig hérna, Sindri, sko, því að þið tveir eru þekktir fyrir að kunna á dömunnar. Það? Er það ekki? Ekki Kristján. Ég er með eitt topic sem ég langar að taka því að svo gaman þeir eru með þriðja aðala með okkur. Taka eitthvað fyrir. Og það er hérna, sko, könnun sem ég ætla að fara yfir með ykkur. Það er sem sagt today.com og match.com gera eitthvað svona könnun á sko hvað konum finnst kallmenn í tengslum við mat og svona matarvenjur. Þetta er svona mataríva fjá okkur, sko. Mjög áhuga. Í svefnherberginu þá? Nei, ég hef ekkert farað þar, sko. Þetta er semst, jú, reyndar er fyrsta staðrindin, sko, að hérna 40% kvenna myndu frekar velja uppáhaldsmatinn sinn fram yfir kynlíf. Það er fyrsta staðrindin. Jaha. Hvað finnst ykkur um þetta? Sjokk? Já, smá, en ég meina, hvað er stór próst að kvenna sem getur ekki fengið fullnæðingu? Það er líka fyrir þetta, já. Er það 40%? Ég veit ekki. Hvað fyrir þetta í hvað hún er svöng? Skiljum, ef hún er svöng, það er bara deyjur hungri, þá náttúrulega kannski velur hún matinn frekar. Heldur kannski könnu að hafa verið framkvæmt á svæði þar sem er mikið hungursneið? Já, kannski eða þá kannski framkvæmt 5-leitið, skiljur, þegar fólk er að fara í kvöldmatt. Já. Þetta var mjög sunnalega þessi könnun og var hann að neðst nýri í Afríku. Ok, herðu, 30% af einhleypum konum myndu aldrei deyta grænmetsætu. Er það ekki fordómar? Já, vissulega, þetta eru fordómar, en ég menna hver hefur val og hvernig hann vil deyta. Já, 3 Er það ekki bara skynsemi? Ég veit ekki. Ég segi svo. Ekki flott á grænmetsætu. Það er dýrt að borða á Glóu þessum stöðum. Já, það er gott, sant? Það er mjög gott. Herðu, 66% kvenna finnst svona
menn sem eru matvandir eða svona hvað sem gikkir, þeim finnst það að vera turn off í fari kalla. Já. Ég skil það nokkuð vel samt. Já, það er ekki flott. Gefur til kynna, hann er ekki til að prófa neitt nýtt. Nei, nákvæmlega. Herru, 70% kvenna kunna ekki vel við að maðurinn sem þeir deyta drekki meira en þær. Þær vilja semst vera svo sem drekku meira samkvæmt þessu. Okay. Og 23% vilja að maginn hinn drekki bara ekkert yfir höfuðs á áfengi. Það henda mér vel. Já, þú drekkur ekki. Ég var bara aldrei byrjað að drekka. Nei, en þú ert mikill drykkjumaður, Sindri. Ég fæ mér einstaklega sinnum, já, mér finnst áfengi gott. En ég skil það svo sem alveg, sumir höndla bara ekki áfengi. Já, nákvæmlega. Og hafa lent í því. Já, 62% hverna myndu ekki fíla að þurfa, ef að kallinn vill sem sagt splitta reikningnum eftir mat. Það vilja láta hann bjóða. Já, ég hef nú bara haldið að þetta væri hærri tala, sko. Er ekki sjálfsagt að maðurinn borgi svona fyrstu stefnumótunum? Jú, svona á þeim fyrstu. Svo má þetta alveg fara bara að splittast upp, sko. Já, það verður að gera það. Það verður að gera það. Annars, já, þú veist, mér finnst þetta ekkert við staðina svolítið líka. Já, mér finnst bara að maðurinn eigi að borga. Alltaf, já, mér finnst það líka reyndar. Alltaf að borga. Þú veist þetta með þykkt veski, Björn. Rólegur Sindri. Herru, svo að lokum, 82% kvenna finnst það að vera turn off ef að deytið þeirra byrjar að daðra við þjónustustúlkuna. Í alvörinni? Hversu há prósenta sagði? 82%. 18% finnst það semst ekki turn off. Finnst það bara fínt? Já, minnst það bara gaman. Já, ég meina hann má alveg skoða í kringu sig. Já, hann er bara kvensamur. Já, ég hefði haldið að þetta væri 100%. Maður hefði haldið það líka. Já. Sindri, hvað tekur við hjá þér núna? Það er æfing núna 5:30. Já. Ég þarf að hjóla og styrkja með þess. Ég endur æfingu eftir þetta kviðslit. Já, helvitis kviðslit. Getur eitthvað hreyft þig? Það var lítið, ég bara svona gengið og hjóla. Já, ég má ekki sparka í bolta, ekki gera neitt, sko. Nei, annars bara lafa garnirnar út og heldur að kem bara gata aftur í þetta. Ertu ekki hræddur að vakna eitt morgun og bara garnir út allt? Nei, þetta er ekki alveg svo brútal, sko. Nei, ok. Herri, látum þetta vera lokaorðin. Þakka kærlega fyrir komuna, Sindri. Já, takk fyrir það. Plata vikunar á FM 957 er föstudagslaugin með Sverri Bergmann og Halldóri Gunnari. Perform.is Holtasmára 1 Kópavogi. Fólk skiptist í 2 hópa. Þá sem eru búnir að kaupa miða og þá sem eiga eftir að kaupa miða. Víkingalottó. Alltaf á miðvikudögum. Nú þarft ekki lengur að velja bara 1-2 bækur með í sumarfríð. Taktu bókasafni með og veldu svo. Fáðu þér iPad. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Á FM 95. Með Gabriel og P. Á vel við núna. Og Unnsteini. Það á svo sannarlega vel við núna. Frábært lag. Það er sólskinn úti og það er líka sólskinn hérna inn í hljóðveri hjá okkur því að hingað er komin sinn sigursæti Þorvaldur Davíð. Vertu velkominn. Akkaði fyrir. Hvað syngur í þér? Það er allt ljómandi. Er það ekki? Jú. Þú ert bara á landinu? Ég er á landinu, já. Þú búin að vera það lengi? Nei, ég er búin að vera svona 10 dagar. Já. Og þú hrærið bara í lag? Hrærið í lag, maður. Já. Hérna var lag sem ég samti með vinni mínum út í New York. Já, Þorvaldur er búin að gefa út lag og það kom ekki, sko, hvað er 2 ár síðan? Nei, 3 ár síðan Sumarsaga kom út. Já. Og er þetta svona 3 ára, þetta er svona svolítið eins og bara HM eða EM, þetta gerist á nokkra ára fresti. Þetta er basically þannig, sko. Já. Hvað hérna, kemur bara yfir þig einhver þörf fyrir að gefa út eða hvað? Sko, já, ég er í rauninni, sko, ég er með nokkur lög. Já. Þú veist, ég er búin að semja nokkur lög á þessum tíma. Þessum 3 ára tíma, þú veist, það er ekki alltaf bara, þetta er 1 lag. Nei. Það er bara, það er einhver lög, og svona glamra eitthvað. Eitthvað glamra á gítarinn, bara svona gamni mínu. Og svo þegar ég sem eitthvað lag sem að mér finnst worth it, þá hérna ger ég eitthvað í því, tek það upp. Og ég tók þetta lag upp og fannst að fólk þetta vonandi einhverjir að geta notið þess að hlusta á þetta. Svo spurðir þig, is it worth it? Og svo sagður let me work it. Let me work it, já. Spilar þá nokkur lög kannski, þú mútt með svona fyrir svona fólk og svona lætur það velja, er þetta bara eitthvað svona frá þér? Já, ég spilaði, þetta er svolítið ferdi, sko. Ég spilaði fyrir fólk sem kemur í heimsótt. Ég með eitt lag. Er eitt lag hérna, sko. Hvernig þykist ég líka að vera á sölunum eitthvað, hvernig er eitthvað lag að fæðast hérna? Spila þetta, sko, og þá kemur fólk, ég veit að Helgi Björk gerir þetta, sko. Þú setur bara, ja, betur, þetta er eitthvað hérna, svo hérna kemur, þegar fólk tekur vel í það, þá ger ég eitthvað áfram með það. Og fólk tók vel í þetta? Já. Hefur þið fengið einhvern veginn eitthvað svona, já, þetta er ekki málið? Ég finn það. Já, maður finn, já. Já, það þorir enginn að segja það beint, en þú kannski lest það í viðbröðum. Já, fólk svona, já. Ok. Þetta er alveg, þú veist, það er örugglega einhver sem fílar þetta. Þetta er algjörlega, þetta er örugglega fínt svona einhverju.
svolítið ólíkt þessu lagi, en ég persónulega fíla ekki svona tónlist, en ég meina það örugglega fullt af fólki. En ég sé það sko í lag, hérna lagið á YouTube og þar stendur að þú hefur samið þetta með Cameron Scoggins. Yes. Hver það? Það bekkjabróður minn í háskólanámi núti. Já, í Juilliard. Já, og hann hérna sem sagt er í hljómsveit sem heitir The Whiskey Collection. Já. Og þeir eru sem sagt mér hafa stóra útgáfufyrirtæki í New York. Já. Og eru að fara að gefa út plötu. Já. Og maður finna það á iTunes, mæli hiklaust með þeim. Ok. Bluegrass band. Já. Ok. Og við vorum saman eftir hérna, þú veist, bara tjöla í íbúðinu hans eftir leikaðingum og hérna, þá kom einhver melodi og svo bara tók ég lagið með mér og við fórum að mixa í sjálfur og úr var þetta. Skilur hann eitthvað í textanum eða? Nei. Nei. Ekki neitt, sko. En býður hann spenntur eftir fréttum að því hvernig laginu gangi á Íslandi? Ekki spurning, ég sendi hann daginn, sko, og hérna, bara sniðld. Já, ok. Það er flott nafn líka, Cameron Scoggins. Já. Já, herru, lagið heitir Án minna vængja og þetta er svona í róleri kantinum. Hefur ekki bara bombað þess á hérna? Jú. Áður en veldig lengra í nú reynir á að taka kunnáttu mína. Þetta er nýja lagið hans Þorvaldar Davíðs, til hamingju með frábært lag. Fallegt lag. Gullfallegt. Takk hérlega fyrir það. Bara alveg svona lokar augunum bara og vill liggja bara út í móa. Er það svo vilt þegar þú heyrir þetta lag? Já, svona liggja, þú veist að heyra svona... Ég myndi vilja vera svona sigla í land, svona litlum bát. Ég var jafnvel í móa að horfa á fjörðina. Það sjá þig koma siglandi. Já, og lagið myndi hljóma svona. Já, lappana fjallavangan. Þetta er svolítið svona old fashion. Já. Mjög fallegt, sko. Thank you. Fallegur strákur. Margt til listalagt. Það er gaman. Hérna, ákveðin tónlist hlustaru? Alls konar. Eiginlega þegar ég var að mixa í þessu lagi, þá hlustaði ég svolítið mikið á bluegrass. Já, þetta er svolítið svona... Þannig feelingur, sko. Norður Karolína, eitthvað þannig. Já. Bara eins og Bubbi er í rauninni. Já. Hans rættir eru þar, sko. Einmitt, já, það er svona smá Bubba-feelingur. Já, smá Bubba-feelingur, sko. Svo fílaði ég líka bara soul, eða svona soul music og hérna alls konar, svo líka prog rock, Floyd. En ætlar ekki, þú veist, ertu að fara að koma eitthvað fram og taka þetta eða er þetta bara svona meira í svona... Já, ég er bara, eins og ég segi, mér ætla að það verður eitthvað gert að því held ég, sko. Já, einhver hringir? Já, það er ekkert plana, skilju, ég er bara, mér langar að lega fólki að heyra. Þá tekur Án minna vængja, sumarsögu og hvað er svo meira á playlistanum? Það er eitthvað hérna sem ég er með, sko, sem ég er ekki búinn að vinna. Klára, ekki með í stúdíó, sko. Leitar svo bara í Vestlósöngleikina? Svo hætti ég bara, ég elska þig. Það er eitthvað þar. Nákvæmlega. En hvað er svona, hvernig er sumarið að fara með þig? Hvað ertu búinn að gera í sumar? Heyrðu, ég var á fyrsta samleistri niðri Bíómynd í síðustu viku. Já. Sem heitir Vonarstræti. Já. Og hérna, það gekk bara ljómandi vel. Já. Máttu eitthvað að segja frá henni, eða? Já, ég get alveg sett frá henni. Hún er grófum dráttum. Já. Það er eitthvað svona PR-system hérna, komið ykkur á móla og eitthvað svona býst í þið. En þetta er allavega að saga þessast 3 einstaklingar sem var tvinnað saman. Já. 3 ólíkir einstaklingar, það er að segja kona sem að heyra Hilmars leikur. Já. Kona sem að, já, ég veit ekki hvað mikið má segja, sko. Nei, ok, kannski þetta geta vera... Nei, kannski ekki alveg ennþá, en þetta gerist þess að þetta árið 2006, að það minnir. Já. Gerist árið 2006? Fortíða. Það er svolítið fyndið, sko, hérna, bæði þessi og svo eins Svartur á leik, hún gerist hvað, 99? 99, já. Þetta er svona myndir sem gerast fyrir bara örfáum árum. Já. En á hverju 2006? Er það út af hruninu? Já, það er einmitt máli, sko. Einu af sögurum er svona svolítið tengt í, þó þetta sé ekki hrunsmynd. Nei. Já, þannig að allir eru bara með fyrstu útgáfu iPhone, ekki iPhone 4. Basically, já. Já, menn þurfa ekkert að pæla mikið í einhverju tæknibreytingum í svona. Nei, basically ekki, sko. En hvað svo, ferðið aftur út, eða? Já, svo fer ég út í haust. Já. Fer fyrst eitthvað til Evrópu, og fyndi þar og eitthvað svona dóttir í. Já. Svo fer ég til, hérna, Los Angeles og kem svo aftur hingað fljótlega eftir það. Já. Var það ferð og flugi? Ferð og flugi, já. En hvað, fyrir ég, Chris? Já, er Hollywood eitthvað að banka á dynana? Það þarf að banka? Já, en þú ert ekkert að opna? Nei, sko, bæði ég og þeir að banka, sko, en það er svona svo spurningum, sko, hver kemur til dyra og það er að segja, sko, hver er að banka og hvort það sé eitthvað á bakvið bankið, svo búið að banka og svo kannski opna hurðina, þá er enginn að það lengur. Nei, dyrat bara. Já, dyrat, sko. Þannig að þetta er voða misjandi, en þetta er bara process og ég vonast til þess að geta verið lengur, ég er búinn að vera svona kannski mestalagi 3 mánuði úti, svona tótal, núna þessu ári, en ég þarf að vera lengur. En svo líka er það, þú veist, ég meina, að vera hérna á Íslandi og geta unnið bíómyndir sem að fara svo kvikmyndahátíðir allan heim og
er góð kynning líka. En fyrst og fremst snýst þetta að gera góð verkefni. Einmitt. Þannig að ef það eitthvað spennandi hérna eins og búið að vera, þá auðvitað kýl ég á það. Já, það allavega nóg að vera hjá þér. Hvað gerir Þorvaldur Davíð þegar hann ekki að vinna eða semja tónlist? Hvernig þetta að chilla í sumar? Sko, í sumar fer ég mikið út á land. Já. Búinn að vera að ferðast svolítið. Og það svona típist þegar menn eru svolítið út í útlöndum að koma heim og já, ég ætla að fara út á land og njóta náttúrunnar og svo framvegis, sko. Jú, það basically það og svo ég líka að skrifa mikið. Já. Þannig að ég ætla að dúlla mér í því. Skrifa þá bara bóka, handrit? Sko, já. Hljóð? Það einmitt í rauninni, sko, með svo ofirku, sko, að það bæði. Það bæði handrit og svo það þessar leikverk. Og svo það líka bók sem ég eiginlega búinn með, þannig að ég rauninni bara svona að drafta. Það ekki tala sko, ég tala ævintýrabók, en það eitthvað sem kemur á eitthvað setna. Það ekki eitthvað svona skáldsæði. Já, ég skil ekki á. Og svo ferð á völlinn, þú ert Þróttari og þau voru að komast í undanúrslit í bikarnum. Basically. Já, ánægð með það? 3-0 á móti Selfoss. Það er alltaf bara algjör snilld. Búið að draga í bikarnum? Ég held ekki, jú, gott ef ekki, ég bara veit ekki. Nei, ekki veit ég það, við erum óupplýstur þáttur. Þorvaldur, það var einstaklega gaman að fá þig hingað, eins og alltaf. Takk fyrir mig. Og ég vona að þú njótir þess að vera hérna á landinu, þá getur þú að vera út. Ekki spurning. Og við erum spennt fyrir að sjá hvað kemur meira frá þér. Bara, býtu, við verðum að heyra þetta alveg líka á þetta ferð. Sumarsaga frá því fyrir 3 árum. Og bjóða vinnufélögunum í ævintýraferð fyrir bragðlaukana á Krúatæ. Á hverjum fimmtudegi í morgunþættinum Magazine drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær matarveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúatæ. Skráðu þig og þitt fyrirtæki á heimasíðu FM og þú getur átt von á veislu. Krúatæ býður upp á frábært úrvals af tælensku mat í hæsta gæðaflokki. Morgunþátturinn Magazine og Krúatæ. 1909.is 1909 Ertu að ganga á fjöll? Kíktu á þinnlíkami.is. Líkami og lífstíl. Carlsberg. Ástæður til að fagna. Í leðju nánast að eyrum en hlátri upp fyrir haus. Þannig mýrarbolti alveg hreint klikkað maus. Nokkuð mikill barningur en líka svakalegur hlátur. Eða bara kannski svolítið eins og að taka slátur. Í drullu upp að höku en skælbrosandi út að eyrum. Já, mýrarbolti, alvöru ævintýri á samt vinum fleirum. Og á fögrum Vestfjörðum verður barist fram á kvöld, en að lokum mun geggjuð sigur gleðin taka öll völd. Þetta kallar á Carlsberg. Léttöl. Frá höfundi Family Guy kemur gammamyndin Ted. Please ask Ted to move out so we can move on with our lives. Mark Wahlberg, Seth MacFarlane og Mila Kunis í aðalhlutverkum. He's been my best friend since I was 8. You're no longer 8. Myndin fór beint á toppinn í Bandaríkjunum. Ted, frumsýnt 11. júlí. Vissið þið að smálum kredi sendu bara SMS í 1919 og við leggjum inn hjá þér. Kredja, einföld þjónusta. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Kelly Clarkson og þetta einmitt eitthvað sem ég að hugsa þessa dagana meðan ég æfi mig fyrir Reykjavíkur marathonið í næsta mánuði. Ágætt lag, Kristján. Já, bara fínasta lag. Við Björn Bragi og Kristján Sturla með ykkur til klukkan 6 vorum hérna að spjalla við Þorvald Davíð en við ætluðum að fara í eitt af því að Kristján, þú ert fyrir þá sem vita ekki mikill kvikmyndaáhugamaður. Já, ég svolítið gaman að horfa á bíómyndir. Og varst gagnrýnandi hjá Monitor tíma. Jú, mikið rétt. Að sko, við vorum að finna hérna lista yfir 10 hvernig íslenskan er þetta? Svona high grossing. Tekju hæstu. Já, svona aðsóknar tekju hæstu myndir. Já, þetta er ekki fallast orð sem að þetta er til íslensku tungu en Háskólinn segir þessu. Já, það eru myndir sem að þjána mest. Worldwide Gross og hérna, það er svolítið aðeinsverður listi og ég sko er ekki búinn að sjá helmingin af þessu af því ég er ekki nóg vel að mér í kvikmyndum en þú ert held ég búinn að sjá allavega slata. Já. Og sko, ok, í 10. sæti er Star Wars Episode 1 The Phantom Menace með $1 billion. $1 billion, hvað er það mikið margar íslenskar? Þú veist, ég veit ekki 100 miljardar. Skiljónir. Já. Er það góð mynd? Ég er mikill Star Wars maður. Já. Og hérna, en sko ég er samt svona gæði sem fíla gömlu myndina miklu betur. Já. En hérna... Þetta er einn af nýju myndunum? Þetta er einn af nýju myndunum. Nei, og þú veist, nýju myndina bara í... Það eru bara ekki alveg nógu góðar, sko, því miður. Nei, þetta er eina Star Wars myndi sem kemst á listan, samt eða top 10. Já, hún var náttúrulega fólk að búið að bíða svo lengi eftir henni, sko. Já, svo er sko eitthvað Pirates of the Caribbean æði hérna, í 9. sæti Pirates of the Caribbean on Stranger Tides, hún er þarna með eitthvað aðeins meira.
Í 8. sæti Toy Story 3. Já, hún mjög góð. Já, hún kom út árið eitthvað. 7. sæti önnur Pirates of the Caribbean mynd, Dead Man's Chest. Ertu búin að sjá þessar Pirates of the Caribbean myndir? 1 og 2, já. Ekki 3, sko. En 4. Ég er allan að... Hefur ekki séð neina? Nei. En ég skil ekki, er þær svona ógeðslega vinsælar? Já, þær eru þarna í 7. og 9. sæti og það sem ég er svo athyglisvert er að lista, þetta er allt svona, þetta er svolítið myndir í svona sama flokki, sko, þú veist, þetta er svona ævintýra, svona fantasy, svona, já, feelingur. Svo í 7. sæti er einmitt hérna Lord of the Rings, The Return of the King. Já. 5. sæti Transformers, Dark of the Moon. Nú, hún var ekkert sérstök. Já, ég get átt að það, ég er ekki búin að sjá neina mynd af þessum sem ég búin að tala upp nema Lord of the Rings reyndar. Mér fannst líka svo óþægilegt þegar mynd að það heit Dark of the Moon. Ég var alltaf, maður fannst alltaf svo vant að þarna Dark Side of the Moon. Já, Pink Floyd. Já, en ég veit ekki, það geði ekki mér bara. Nákvæmlega. Hérna, 4. sæti er Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Já, ég var reyndar að viðurkenna, ég vil ekki sé neina Harry Potter mynd. Nei, ekki ég heldur. Í 3. sæti er The Avengers. Hún var nú góð. Hún var nú bara að koma út hérna daginn. Hefur þú séð hana? Nei. Ég hef ekki heldur séð hana. Hún er sko í $1 billion og 454 milljónum dollara, sem er nú ekkert lítill penningur. Engin smámynd. Nei. Nú í öðru sæti er hins vegar bíómynd sem ég séð. Það er Titanic frá árinu 97, sem er jafnframt eina myndin sem er ekki, sem er frá síðustu öld, sem er listanum, top 10 listanum. Ég man þegar hún kom út. Já, hún var ágætt. Hún var fín. Veistu hver er í fyrsta sæti? Fyrsta sæti? Já. Highest grossing movie of all time. $2.782 milljónir, $275.172. Já, að veit þetta. Avatar. Avatar, í alveg? Já. Mestið James Cameron öflugur? Já, hann á topp 2. Helviti gott, en hún er það ekki ofmyndin mynd samt? Því meira sem ég hugsa hana, því eiginlega meira kemst ég að þeirri niðurstu að mér fannst hún ekkert eitthvað rosaleg, sko. Nei, hún var fín bara, hún var alltaf læg. Já, hún var svona svolítið eins og maður fór á hana og maður einhvern veginn kom út og það var alltaf eitthvað geðveik mynd og þú veist einhvern veginn, já, hún var geðveik, en þú einhvern veginn, mér leið samt einhvern veginn ekki þannig. Ég fara á myndir sem hann líður bara eins og til dæmis bara nýtt dæmi Dark Knight til dæmis, ég fór á hana. Já. Þú veist, maður bara svona eftir hana bara... Mér finnst hún geðveik. Þú veist, hún bara breyti lífi mann, skilur. Avatar breyti ekkert lífi mínu. Nei, nákvæmlega. Hvernig breyti Dark Knight lífið þínu? Þú talaður það ekki, þú hleypur tónlistina. Já, ég nota tónlistina mikið í lífið mínu. Hleyp og hef hann í bílnum stundum og svona. Já. Og svo bara, þú veist, ég get hort á hann aftur og aftur einhvern veginn og hún bara svona, ég miða allt út frá svolítið henni í dag. Já, sko þetta er allt svona einhverjar hérna, svona svolítið mikið á þessum top 10 lista, svona ævintýra eða svona stórar fantasíumyndir einhverjar, sko. Ég er bara ekkert í þessu, sko. Ég horfa á svona myndir eins og þessa frönsku Intouchable. Já, ég er ekkert einhver algjörrungari, ég horfa alveg líka á eitthvað Hollywood fróði, sko. Þú horfir reyndar á Black Swan í iPhone-u þínu. Það er ekki rétt, en ég horfði á hann í lélugum gæðum, það er rétt verið. Já, ég var ekki, það er til dæmis mjög góð. Já. En, já, ég er sammála, ég er samt, sko, ég fíla samt lúmst, ég fíla svona stórar myndir, sko, mér finnst það gaman, sko. Já, ég meina þetta er allavega þær myndir sem selja mest, þannig að þær eru að gera eitthvað rétt. Já, það er einhver sem fílar þetta. En það er svona, þú veist, ég skil samt alveg fólk sem kannski, þú veist, er ekki mikið fyrir þetta er svona að þegar þú kemst, sko, þetta er náttúrulega mikið ungt fólk sem horfir meira á þetta og þegar maður er komin á ákveðinn aldur, þannig að maður er búin að sjá svolítið mikið, þú veist, það verður endurtaka svolítið. Já, sömu söguna, sko. Já, nákvæmlega. En ég minna. En hvað ertu búin að sjá nýtt í bíó sem að þú mæli með fyrir hlustendur? Ég fór á Spider-Man helgina. Já. Mér fannst hún mjög góð. Já. Ég meira þess að, sko... The Amazing Spider-Man. Já. Og mér fannst hún betri en gömlu myndirnar. Ok, það var nú mikið satt, eina af þeim var alveg mjög góð, ég man ekki alveg hver það var. Númer 2 held ég. Já, númer 2. Já, ég tengdi bara meira við þennan, sko. Ég alveg, sko, táraðist með þessa og ég skammast mér ekkert fyrir að segja það. Og þetta er svona skammast þín? Já, Spider-Man. Já, en hann, ég fann svona til með honum svolítið og hún bara einhvern veginn náði mér betur en hinnar, sko. Já. Svo fór ég á mynd í gær sem heitir, Bernie. Já, með Jack Black. Jack Black. Mikil Jack Black maður. Já. Og hún var bara fín, sko. Bara Jack Black eitthvað. En að því að við erum á þessum overhættjunótum, ef þú fengir að vera einn overhættja, hver myndir þú vilja vera? Ég held ég myndi vera Batman, sko. Já. En Batman er, sko, er hann ekki skemmtilegt svar í heimi, sko, en ég bara... Hann er ekki meira, hann er samt í rauninni ekki meira en ofurkrafta. Ok, ef að taka hann þá út? Nei, þú veist, hann er klárlega overhættja, en þú veist, að því að eitthvað svona, þú veist, Superman getur flogið og eitthvað dæmi, sko. En Batman er bara eitthvað, þú veist, hann á bara í einhverjum persónulegri krísu og klæðir sér skringilega og eitthvað svona.
Hann alltaf ofurríkur. Já, það hann kannski ofurríti á því sviði, sko. Hann getur gert allt. Allt sem hann vill. Það er að segja eitthvað myndunum. Já. Að það er ekkit, þú veist. Þannig að ef þú verður Batman, þá verður bara hægt og byrja bara að fjárfesta. Já, ég myndi bara fyrir fjárfesta. Já. En og svo, fyrir utan Batman, þá kannski, ég veit nú ekki hver geti verið, sko. Ég hef aldrei verið til að spila Superman-maður. Nei, einmitt. En ætti Superman ekki að vera þess massari? Af því hann getur lyft öllu. Jó. Þú veist, hann er alltaf í sömu, þú veist, svona sama líkamsástandi. Nákvæmlega, ákveður hann ekki bara, hann ætti bara að vera svona eins og þannig að gaurinn hann, vaxtaræktargaurinn hann, hvað heitir hann? Ég veit það ekki. Nei, ok, það er liðlt dæmi. Já, hann ætti að vera einhvern veginn. En hann er samt, sko, hann er alltaf með lokkin. Já, það er hans ofurkraftur. Herðu, við skulum binda enda þessa ofurumræðu og kvikmyndaumræðu hérna rétt á eftir. Ætlum við að prófa aftur að hringja í sumarleiknum sem að verðist aldrei fara út þegar ég er á vakt. En þetta lag heitir I Follow Rivers og er með Lykke Li. Follow Rivers með Lykke Li hérna í FM 95 Björn Bragi og Kristján með ykkur, en það er komið að engu öðru en Sumarleik FM og þá kemur stefið okkar. Maður bara gemst í gýrin hérna. Býttu bara, þá til takturinn byrjar. FM 957. Já, það held ég nú. Í sumarleiknum þá hringjum við í einhvern sem þarf að svara réttu setningunni. Við erum að fara að hringja í Axel. Hann þarf að svara, hvað segir Kjellin gamli gamli? Ég bjóð þessu setningu ekki til. Það eru veglegir vinningar í boði. Ef hann svarar, hvað segir Kjellin gamli gamli? Hann Axel sem við erum að hringja í. Koma svo, Axel. Hvað segir Kjellin gamli gamli? Það er rétt! Þú hlusta á fagnaðarlætin, maður. Já, Herri, þú ert semst að hlusta á okkur? Ég reyndar ekki, ég var að hlusta á okkur í dag og ég bara ákvaði... Já, þú vissir setninguna? Já, ég vissi setninguna, þannig að... Helvíti gott. Herri, þú ert búinn að vinna þér inn, hvorki meira en ég vinna en 2 pizzavislur frá Dominos. Justin Bieber disk, Pottet 57 disk, bíómiða á Spiderman frá Senu, gjafabréf í River Rafting frá Arctic Rafting og Amino Energy dunk frá Perform.is. Það held ég nú. Hvað ertu að gera á þessum fallega degi, Axel? Herra, ég bara var að klára að vinna og að versla hans í matinn og... Já, þannig að þetta er kærkomin viðbót við matinn sem þú ert að versla. Pizzaversla. Já, aldeilis. Yngvi hérna á kantinum, hvernig nálgast hann þessi herligheit? Herra, það verður bara haft sambandið á morgun. Sambandið á morgun. Þú þarft ekki að ágjöra neinu, Axel minn. Þannig að bara njóttu kvöldsins og takk fyrir þetta. Takk svo leiðis. Alright. Svaraðu rétt. Sumarleikur FM 957. Alla virka daga frá 7 til 6 á FM 957. Sumarleikur, vertu með og skráðu þig á heimasíðu FM. Sumarleikur FM 957. Takk innilega FM 957. Og við allan sólarhringinn, í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Happaþrennan. Skemmtilegt að skafa. Hraðpenningar bjóða núna upp á 60 til 90 daga lán. Kynntu þér málið á hraðpenningar.is. Nú ætla ég að segja þér frá alveg einstökum nýjum bíl. Bíl sem á sér engan líkan. Hann mengar lítið, getur verið nær hljóðlaus og eyðir ekki nema 3,5 lítrum á hverja 100 kilometra. Í blönduðum akstri. Ég kynni til sögunar Yaris Hybrid, sparneytnasta, hljóðlátasta og umhverfisvænasta Yaris til þessa. Sjáðu borgina þagna, Toyota. FM 95. Wanna go home með Jason Derulo í FM 95 Björn. Já. Á þessum fallega þriðdegi. Við vitum ekki eins og hvort það er gott veður en þú úti. Við erum búin að loka þér inni svo lengi. Það er rétt. Kannski verður að byrja að regna. Já, ég vona að það sé gott veður samt. Það er komið þoka. Mistur hefur leikið Reykjavík. Já, ég er nefnilega, sko, það er eitt sem við lendum aldrei á Íslandi og að því að, sko, við erum með svona veðers app í símanum, sko. Þú veist, maður getur séð veðrið alls það, sko. Og mér er svo gaman að fylgjast með veðrinu á skrýtnum stöðum eins og, þú veist, Bagdad eða eitthvað svona líka, sko. Og þar, sko, sá ég daginn að það var sandstormur. Já, það er svo gaman að sjá nýtt, sko, merkið mitt. Hvernig táknaði það? Var það svona
Sko, ég er að giska á að þetta hafi verið sandstormur. Þetta var allavega svona virtist vera... eða þú veist, kannski var þetta bara eitthvað... bara heimsendir eða eitthvað. Ég hef allavega aldrei séð svona í veðrinu á Íslandi, sko. Nei, það er ekki oft. Kannski, ef maður er upp á... hvað er upp á hálendinu? Kemur sandstormur þar, fyrir austan? Já, svona eitthvað sandfók. Gæti verið þar. Svona eitthvað mold og eitthvað svona. Já. Ég veit ekki alveg með það, það var eitthvað gaman að það kemur svona, þú veist, eins og ösk, mér finnst að það vantar hérna svona takk fyrir öskuna. Já. Hvernig hefði það verið? Bara svona svart? Bara svona svart og eldfjall kannski, svona eitthvað smá. Það væri reynda geggjað, sko, þegar maður er að skoða svona hvernig, hérna, þú veist, veðrið í komandi viku er og maður sé svona, þú veist, sól og svo kannski sól með skýi, að sjá síðan bara spúandi eldfjall á fimmtudegi. Svona drega svona koma út úr í. Og maður er svona geðið træddur. Svo fólk átt sig á hvað app erum að tala um, þarna veðurappið í iPhone. Nákvæmlega, sem er náttúrulega líka bara hægt að sjá inn á veður.is og svo er einhver norsk svona veðursíða sem er alltaf með allt rétt, er það ekki? Jú, það er bara einhver svona bændur bara úr landi sem bara, já, þessi síða sko, það er bara allt rétt. Það er bara allt rétt. Eitthvað svona, já, aldrei hefur hún brugðist. Eitthvað sem þegar ég var að spyrja einhvern þessa síðu. Já. Og það er allt svona eitthvað, já, ég var að tjekka á veður.is Sóli, já, það er ekki samkvæmt norsku síðunni og það skal ég segja þér það, hún er aldrei logið að mér. Eitthvað svona. Já, það er bara einhver veðurguð. Já, það er örugglega bara Þór. Eða Ingo. En mér finnst eitt geðveitt við að skoða sko við þarna veður að ég veit ekki af hverju ég fylgist alltaf bara með Reykjavík og Bagdad. Ég veit ekki af hverju. Það er alltaf sól og sko það er svona 46 stiga hiti í Bagdad. Aha. Þú veist, ég ætla að kíkja á opna þetta fyrir fram mig. Þú veist, að því að sko, þetta er bara hiti sem að ég bara aldrei einu sinni, ég bara vissi ekki af, sko. Þú veist, maður hefur farið til Mallorca, þú veist, núna til dæmis, á morgun er 45 gráður hiti í Bagdad, á fimmtudaginn 46 gráður, föstudaginn 46 gráður, laugardaginn 47 gráður, svo lækkar hann þess að sunnudaginn er í 46 gráður. Já, það er smá kulda hann. Já, og það er sko, það er ekki eitt einasta ský. Ég hef aldrei séð ský í Bagdad. Það er bara alltaf sól. Já, ég meina ef maður ber þetta saman það er heitan pott, skilur, sem er 42 gráður. Já, ég myndi að vera í honum allan sólhenginn. Þess vegna verður þetta liðarlega brjálað, sko. Að það er svo heitt. Já, það er góð kenning. Já, en talandi um eitthvað sem er heitt. Talandi um heitt. Þá er þetta hljómsveit sem að gerði allt vitlaust hérna helgina of Monsters and Men. 18.000 manns, takk fyrir í Ljónskólagarðinum 6 Weeks. Hinn heimsfræga of Monsters and Men, lagið heitir 6 Weeks en lagið er einmitt 6 vikur að lengd. Það er svolítið langt. Svolítið skemmtileg tilviljun en einhvað síður mjög gott lag, þannig að við kvörtum ekki við því. Frábær árangur, já. Krakkarnir í Monsters. Já, krakkarnir í Monsters, það mennir þetta ændisleg. Já, þetta er náttúrulega rugg, sko. Ég býð þarna núna bara steinsnar frá Hljómskálagarðinum. Já. Heyrði ég þarna soundcheck á laugardaginn. Ég reyndar komst ekki á tónleikana. Ég var að sinna öðru. En sko, þetta er alveg geggjaður árangur hjá þeim að fá 80.000 manns. Þetta er bara fáránlegt, sko. Það var rosalegt, ég keyrði það út úr bænum, eða út úr miðbænum, þegar þessi tónleikar stóðu sem hæst og það tók mig 20 mítur að komast burt. Þetta er bara jafn mikið á fólki og kemur á, er það ekki bara menningarátt eða eitthvað slags? Ég reyndar veit það ekki, var ekki eitthvað Bubbi og Eko, eitthvað 100.000 mann sem sáu hann einhvern tímann eitthvað... Jú, einhvern tímann fyrir löngu. En þú veist, jú, klárlega svona á hefðbundna svona 17. júní eða menningarnætur tónleika þá heldur þetta sé bara verulega góður árangur, sko. Mér finnst bara frábært að íslensk hljómsveit og svona, þú veist, gera meira þessu. Já, íslenskt játak. Já, íslenskt játak, það er bara tónleika oft, þú veist, ég meina fólk vill koma og horfa á fólk spila og hafa gaman. Þið myndu nú laða að ansi marga, þið Jónssonar liðar. Ég veit nú ekki hvort við erum á 18.000 manns. Nei, en við varum, þú veist, já, maður veit aldrei. Ég er að setja því óþægilega aðstöðu. En talandi um góða tónlist, þá er komið að lið sem að mér finnst skemmtilegur í þessum þætti, sem er lagið á leiðinni heim. Já. Og þá er svona eitthvað lag sem er alveg ógeðslega gott og maður svona kannski, ef maður er í bílnum á leiðinni heim, maður er svona erfið vinnudagur á baki og maður er eitthvað svona virkilega gott lag, sko, ekki kannski þess að hefðbundnu FM poptónlist, heldur svona þetta sem fær svona sjaldnar að heyrast hérna, sko. Og ég ætla að leyfa þér, Kristján, að velja lagið á leiðinni heim að þessu sinni. Já. Og sko... setjum ég erfiða stöðu, sko, það er svo mikið að lögum náttúrulega til og ég náttúrulega þegar maður svona einhvern veginn hugsaður þú veist, þá náttúrulega kemur ekkert lag einhvern veginn. Já. En það er reyndar eitt lag svona, sem ég finnst alltaf, mér líður alltaf vel þegar ég heyra og ég hugsa einhvern veginn alltaf svona gamla tíma
En hún sé hún mjög gaman. En svona meira bara kannski, ekki gamla tíma endilega, en ég hugsa svona einhvern veginn að svona, maður svona, fær mann svona til þess að líða vel, einhvern veginn. Það einhver tilfinning. Já. Getur kannski ekki alveg lýst því. En hérna, og það svona tónninn í laginu einhvern veginn og hvernig það syngur, maður finnur hans til með honum. Ég reyndi að vera viðkynna, ég hlusta ekki nógu mikið á textaðan, ég veit ekki alveg hvað hann að syngja Þetta lengsta uppbygging á, lengsta undirbúningur á lagi. Já, ok, ég sé bara að segja lagið. Já, en það er lagið Forever Young. Forever Young. Það Alphaville. Já. Það er án gríns uppáhaldslagið mitt í öllu. Í alvöru? Já. Ég hef löngum lýst yfir að ég vilja að þetta lag verði leikið í jarðarförinni minni. Já. Kistan verður svona borin af svona hóp skólabarna. Já, ég sé það alveg fyrir mér. Já. Og svo kemur svona kórinn í lokin. Let's start for a while. Herðu. Og ég held að ef ég var að kæra heim myndi heyra þetta lag núna, ég myndi brosa og svona hálfa út um gluggan og svona. Ég er að finna þetta til hérna. Veitu? Þetta er alveg svo flott í byrjun líka. Þetta er rosalegt stef. Þetta er fyrir ykkur sem er á leiðinni heim núna. Hlustið vel. Forever Young. Góða tilfinningu. Ég hvet alla líka til þess að kíkja á myndband, það er svolítið magnað þetta myndband. Já. En hingað er kominn sá sem tekur við á okkur hérna rétt á eftir Rikki G. Þú varst ekkert sáttur við þetta lag? Jú, ég var svona djókið sko, en ekki gleyma því sko, þetta kemur út á fæðingarárinu þínu kallið minn. Já, 1984. Já. Það er rétt. Það er nefnilega, sem fáir vita Rikka sko, er að hann er mjög fróður tónlistarsöguna þá hann spyrir bara slæma tónlist í þættinum sínum. Já, rólegur. Ég spilaði nú jafn gott lag í gær sko. Nú, hvað var það? Nýja lag með Pitbull. Til hamingju með sigurinn í keppninni. Já, takk fyrir það maður. Ég er ánægður með það sko. Tónlistarsmekkin. Já. Veistu hvaðan þessi hljómsveit kemur, Alphaville? Bara svo þú varst að spila það? Þýskalandi. Já, ok. Þá máttu spila þetta. Ekki reyna þetta. Þá lámar sko viti hvaðan þau koma sko. En við vorum að ræða hérna, þetta náttúrulega kemur úr samnefndri bíómynd, eða þú veist ekki kemur úr henni, það var notað í henni var ekki Forever Young með Mel Gibson. Já. Eða er ég að miskilja? Já, hún kom þar. Já. Hérna. Langt síðan síðan reyndar. Og það er svolítið sorglegt að Mel Gibson sé búinn að missa vitið, eins góður leikari hann er. Já, við vorum þetta að ræða þetta hann er frábær leikari sko, og það er gaman, þú veist, svona myndir eins og sem hann var að leiki í sko, þessar gömlu myndir allar. Já. En svo reyndar kom þetta lag í skemmtilegri mynd, Napoleon Dynamite. Já, sem er ógeðslega gott. Sem held ég að segja bara svona vannmettnasta kvikmynd, ef þú ert ekki búinn að sjá hana, þá verður að sjá hana sko. Já, það var þegar þið voru á skólaballinu þarna. Já, þá einmitt sko, fekk nýja kynslóðin að upplifa þetta lag. Nákvæmlega. Hún var nú satt alveg hitt hérna á Íslandi alltaf, þessi mynd. Það var svona költ hitt. Költ hitt, svona, það var svo margir sem ég þekki sem eru svona, þetta er svona eitt af uppáhaldsmyndunum sko. Já. Nákvæmlega. Við erum bara að enda hérna, Kristján. Já. Þetta er svo fljótt að líða. Flýgur svo hratt. Við erum búin að fara yfir víðan völl í dag, maður. Við fengum Sindra Snæ úr 17 og Þorvaldur Davíð kom inn og spilaði nýja lagið sitt. Mjög gott lag á honum. Mjög fallegt lag. Já. Honum og ég er náttúrulega aldrei eftir að muna hvað svo sem samt. Ég er ekki búin að heyra þetta lag. Er þetta svona ekta Þorvaldur Davíð, svona Fabio-lag? Nei, þetta er svona mjög bara innlægt og... Viltu heyra það? Leið mér að heyra smá bút. Þarlega það, ég ætla að finna það. Já, ok. Það er svolítið svona smá bubbi, bluegrass var hann að tala um. Hvað var hann að segja? Er hann að fara að leika ykkur fleiri myndir með? Án minna vængja. Án minna vængja, ég syndi 1000 mílur. Hann er náttúrulega samið þetta að kúra með ykkur, sko. Það er alveg á hreinu. Kúra með konunni sinni? His wife? Já, ég bara... Hlusta það svo núna. Skín sigja látt í kvöld og hann siglir... Þetta er nefnilega sko... eins og hann sagði sjálfur, þetta er fallegt lag sem er hægt að hlusta á við hvert tækifæri sko, og það líka þetta svona spila þetta á gítar við varðeld. Já. Og er þetta svona syngja þetta í eigum eða eitthvað svolítið. Þetta er reyndar að þú segir það, þetta gæti alveg verið þjóðatíðar. Já. Þetta er svona... Þannig bræður á því? Eyju, eitthvað svona. Já. Þetta er flott lag. Töff. Hann er töffari. Ég þarf ekki að hlusta meira sko, ég er búinn að heyra þetta sko. Ég er bara, þetta er fallegt lag. Nú er sko fólk sem að heyra það ekki á þann, það fótt, ekki vera að tala hún í lagið. Haltu kjafti. Spilaði bara í lagið. Já. Og fangar auð. Þetta er nýja lagið Þorvaldar Davíðs og það er hægt að nálgast þetta, örugglega á tónlist.is. Ég var alltaf að sjá þetta hérna á YouTube. En Kristján, það var frábært að vera með þér inn í dag. Já, sömuleiðis. Takk fyrir. Við sjáumst aftur á morgun, sama tíma. Ég fæ að vera aftur á morgun. Já. Þú er að framlengja samningðinn 1 dag. Gaman. Og ég er spenntur að sjá hvað gerist. Þá er Rikki G hérna búinn að kveikja öll ljós. Hann ætlar að vera hérna til klukkan 3 í nótt og spila stanslausa Ibiza epilu tónlist. Þangað til á morgun. Verið þið sæl.
Veldu þér 2 vikur í sumar á orkan.is áður þú pakka niður í ferðalagið landið og vertu á 7 króna afslætti allan tíman á 67 bensinstöðum Orkunar og Shell út allt land. Já, góða ferð. Orkan. Í dag þriðjudagur. Það þýðir að það þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pizzu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða í síma 58 12345. Vantar ekki bara smá? Þú segir hvað þú vilt mikið og í hver langan tíma og sér strax hvað það kostar. Nú, það var aldrei sagt með það. Sendu SMS í 1902. Smálán.is. Ekkert stórmál. Frá höfundi Family Guy. Hey Johnny, how about a beer? Kemur gammamyndin Ted. Please ask Ted to move out so we can move on with our lives. Mark Wahlberg, Seth MacFarlane og Mila Kunis í aðalhlutverkum. He's been my best friend since I was 8. You're no longer 8. Myndin fór beint á toppinn í Bandaríkjunum. Ted, frumsýnt 11. júlí. Þessar milljónir vinna sig ekki sjálfar. Víkingalotto, alltaf á miðvikudögum. Nú ætla ég að segja þér frá alveg einstökum nýjum bíl. Bíl sem á sér engan líkan. Hann mengar lítið, getur verið nær hljóðlaus og eyðir ekki nema 3,5 lítrum á hverja 100 kilometra í blönduðum akstri. Ég kynni til sögunar Yaris Hybrid, sparneytnasta, hljóðlátasta og umhverfisvænasta Yaris til þessa. Sjáðu borgina þagna, Toyota. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance so you'll never ever know. I got money in my hands that I really like. Be a Buzz Lightyear, fly across the globe. I don't ever wanna fight, yeah, you already know. I'ma make you shine bright like Bieber og lag sem heitir Boyfriend, FM 95 og endaði í dag. Þátturinn fyrir á vísir.is, annars heiti ég Rikki G. Við hér saman til klukkan 9.